Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Við erum stödd eins og stundum áður í Hofi á Akureyri og við ætlum að kíkja inn því að Menningafélag Akureyrar stóð fyrir hæfileikakeppni á öskudaginn og við ætlum að finna út hvort að Akureyri hafi gott talent. Er Akureyri með gott talent? Já, við sjáum það hérna í dag að gríðarlega mikil fjöldi sem kom og tók þátt og atriðin sem voru hérna voru bara alveg meiri áttar og siguratriðið var svona skar sig svolítið úr og var mjög flott dansatriðið, svona ekki hefðbundið með þennan dag sem allir krakkarnir eru að syngja en bara fullt af talentum á Akureyri. Til hamingju með sigurinn, þetta var glæsilegt hjá okkur. Takk. Er það að æfa dans? Já. Í steps. Og hvað finnst ykkur skemmtilegast að dansa? Bara allt. Já, eiginlega allt. Og nú eru þið í 7. bekk í Naustaskóla. Já. Eru bekkjarfélagar ykkar að dansa líka? Nei, bara við. Hvað eru þið á öskudaginn? Við vorum fuglar, eða svona. Já, en við klæddum okkur bara upp fyrir þetta. Já. Eru þið komin með mikið nammi? Já. Hvað er besta nammið að fá á öskudaginn? Ég veit það ekki. Það er svo mikið að nammi. Já. Hvaða lag eru það að syngja? Já, við bjögum til nokkra texta og við notuðum einn. Og er þetta frumsaminn dans líka? Nei. Sko, gamli danskennarinn okkar, Anna, hún bjó hann til og við sýndum hann á jólasýningu og hún leyfði okkur að nota hann núna. Hvað ætlaði að verða þegar þeir eru orðnar stórar? Dansarar. Hvers virði er að halda svona keppni? Já, fyrir okkur er þetta bara óskaplega mikils virði. Okkur finnst gaman að fá fólk í húsið og þetta eru krakkar sem að fá að koma líka hingað og koma upp á svið, stóra svið, syngja í míkrófóna með áhorfendur og fá svolítið að leika sér. Og við hetjurnar erum, samt ekki að styrum, bam, bam. Segðu mér aðeins frá búningnuðurum. Búningum mínum? Hann er ósköp einfaldur en eina sagan á baku þetta er að ég eignaðist þennan hatt fyrir nokkrum árum síðan þegar borgarstjórinn í Denver kom inn í heimsókn og gaf mér hennan hatt og hann er alltaf til skrauts á skrifstofunni en þetta er eina tækifæri sem ég fæ til þess að nota hann þar á þessum degi og þá er ekkert annað í boði heldur en að vera kúreki. Og dómararnir, þeir voru ekki að vera endanum? Nei, þetta voru alveg dómarar og höfðu mjög gaman af að hrósa öllum liðunum og vera með. Og við vorum með bæjarstjórann okkar, Eirík Björn, og Sópran sem kom beint bara úr því að stjórna þætti í Núna og Júníu, fjölskylduleikritin okkar sem við sýnum hérna á sunnudögum. Og svo var það Rúnar F sem er nú að reyna að komast í Kýf sem Eurovision fari fyrir hönd okkar Íslendinga. Hvernig fannst þér takast til í dag? Það er bara mjög vel, bara æðislegi krakkar sem kom hérna. Átt þú góða öskudagsminningu frá því þú varst yngri? Já, þetta var svolítið öðruvísi þá fór maður að stað bara 6 á morgnana, jafnvel fyrr, til þess að ná niður í Lindu og þar var yfirleitt svona 500 metra löng röð. Þannig að maður eyddi eiginlega öllum deginum í að komast þar inn, sko. Hvaða lag söngstu, manstu það? Ég var rosalega lélegur, sko. Ég var bara alveg, það var eins einfalt og gat verið, sko. Ég var ægilega feimin og vildi helst ekkert syngja, sko. Það var bara til að ná í nammið. Það er metnaður í krökkurum í dag að koma með frumsamin lög og texta og mjög gaman að sjá, sko. Þú gafst mér, Jesús, gleð og frið, ég gat sem barn þig tala við. Þið eruð sjúklingar, hvað kom fyrir? Við bara duttum úr þegar við vorum að fara, flugvél. En þú, hvað ert þú? Nörd. Og hvað gerir nörd? Hann er superklár. Í hverju ert þú klárust? Teikna.
En ég veit að þessi svolítið flinkar að semja texta og lög líka, passar það? Já. Hvaða lag ætlaði að syngja fyrir okkur? Það sem við bjóðum til, textan fellur. Nammi fellur. Ok. Við erum textan. Þá sé ég bara að gjöra svo vel. Börnin syngja og skemmta sér. Nú dagur barnanna og nammis. Komið að öskudag. Vinir hittast og safna nammi. Borða saman, prins Póló. Hafa gaman, fagna öskudegi. Syngja saman, skrítin lög. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.